En nú það sem að við höfum verið að gera upp á síðkastið að forrita og það er svona, þetta einn af þessar heiligu þrend vefsins, HTML, CSS og JavaScript, en svona fylgir á eftir HTML og CSS. Þegar HTML einn grunnurinn, þegar ef við horfum á vefinn að reyna að koma einhverjum upplýsingum frá sér, þá þurfum við að vera bara HTML. Svo getum við látið að líta aðeins betur út með CSS og svo getum við aukið virknina með JavaScript. En sumir snúið svo á haus og segja bara, við þurfum bara JavaScript. Og JavaScript, sadly svona outputið úr JavaScriptinu okkar HTML. Það vil ég segja að þá er maður kannski svolítið á röngum stað. Af því að það HTML, svo CSS og svo JavaScript. En JavaScript svona útbreiddasta forritunarmál í dag. Það á flestum tækjum. Öll tæki sem við höfum hafa minnstakosti einn JavaScript túlk. Það í öllum vöfrum. Þetta svona að opna DevTools í raun fljótlegasta leiðin sem komast inn í eitthvað forritunarumhverfi í þeim tækjum sem við erum með í dag. Og það keyrir á flestum stöðum og það bara, já, alls konar. Þetta bara út allt. Þannig að það margt villisvægt að læra JavaScript. Prototype-based, það svona alveg seinasta vikan í námsefninu, seinasta vika talar aðeins það, hvernig það prototype-based. Það ekkert eitthvað sem við förum yfir á prófinu og sem ég tala sérstaklega en það hvernig inheritance sett upp. Multi-paradigm, það styður við functional forritun, procedural forritun, object-oriented forritun, single-threaded, dynamic, object-oriented, já, imperative, and declarative. Svona fyrir ykkur þegar komið inn í þetta, þá voru náttúrulega mörg ykkar búin að læra Java og JavaScript hljómar, þetta svipað, en þetta mjög ólík forritunarmál. Og helst þetta compiled versus interpreted, eða þýtt á móti að vera túlkað, og að breytur í Java hafa típu, en gildi í JavaScript hafa típu. Og við höfum þessar primitive típur, string number, bigint, boolean, undefined null og symbol. Bigint og symbol hefur við ekkert skoðað sérstaklega, en allt hitt hefur komið upp hjá okkur. Við erum með objects og það allar komplex típur eru búnar til úr objectum. Array object, þó svo það sé líka array, en það í raun þetta að við erum með eitthvað key value og value getur verið eitthvað gildi, þar við tala ekki object eða eitthvað primitive gildi. Við erum með 3 leiðir til að gera strengi og ég ætla ekki að stoppa lengur við það. Nema kannski template literals sem nota þetta backtick og geta þá nota þetta string interpolation sem að reyna að setja dollaramerki, curly bracket og svo einhverja segð. Þannig getum við búið til flóknari strengi í einum streng á þess að nota plus operatorinn. Við erum bara með eina típu fyrir tölur og það er number. Við erum með true eða false sem eru boolean gildin okkar. Við erum með undefined sem þá gildi á breytum sem hafa ekki verið skilgrindar og gildi á eigendum hluta sem hafa ekki verið skilgrindar. Svo erum við null sem þá vísvitandi fjarvera gildis. Þetta svona stórhættulegt í JavaScript af því ef við til dæmis notum query selector, gerum ráð fyrir að fá eitthvað element, en það kom ekkert element og við síðan notum eitthvað punktur append child eða við erum með einhvern streng eitthvað, þá fáum við þessa null reference, við erum að reyna að reference eitthvað sem er null og þá fáum við keysluvillur og ef við notum eitthvað sem ég er kannski búin að nota svona óheyrilega mikið búin að tönglast á að nota JS check og JS doc í Visual Studio Code þá komumst við hjá megnis af þessum villum en líka bara þetta góð undirbúningur fyrir það sem í rauninni í vefforritun 2 og það sem farið að nota ef þið farið út í vefforritun af alvöru það TypeScript sem superset af JavaScript sem nota típur og í raun að leysa þetta vandamál og önnur type vandamál sem í forritunarmálinu vandamál sem ég segja þetta sé ekki vandamál en birtingarmynd á þessu vandamáli eða hvað sem við kallum það samanburður að við notum alltaf 3 samansemmerki af því að 3 samansemmerki byrjaði að athuga að gildin sem við erum að bera saman séu af sömu típu áður en við fyrir að bera þau saman út af því ef við gerum það ekki þá fer JavaScript að segja já, 0 og tómistringurinn það sama
sem, já, en nei. En þetta lefur okkur samt sem að vera með þessi truthy og falsy gildi, að við getum spurt, einhver breyta með eitthvað gildi sem falsy, til dæmis 0 eða tómistrengurinn, og þá gert eitthvað. Þannig að við getum nota if á gildi sem eru samt ekki boolean gildi. Og það þetta type coercion. Það verið að coersa típunar í mismunandi hluti eftir því hvernig ég kalla þau. Þetta svona, yfirleitt þetta bara, maður veit af þessu, en maður ekkert eitthvað að hugsa þetta í hvers skipti sem maður að forrita í JavaScript. Þannig að vonandi þið munið aðeins ég talaði þetta svolítið mikið hérna, kannski í byrjun og þegar við vorum að skoða hérna JSDocs fyrst, en síðan bara svona veit maður af þessu. Svo erum við með alls konar, eiginlega bara 3 lógíska virkja, binary, and, binary, or og svo not. Svo erum við með segðir, það er bara expressions, það er bara, í minnsta lagi það bara, eitt gildi, og svo getum við sett einhvern operator á milli, og svo getum við evaluate þessar segðir, og svo erum við með skipari sem eru samansöfn af segðum, og já, þetta er einföldast skipunin og tæknilega segðin og forritið. Þess að forritið er samansöfn af skipunum. Semikoma eitthvað sem við þurfum ekki að setja inn, en við ættum að setja inn á meðan við erum að læra JavaScript. En síðan getum við fara að vinna í Codebase eða einhverju verkefni þar sem er búið að setja inn ESLint regluna að það á ekki að nota semikomur. Það eru margir Codebase sem eru bara þannig, það eru engar semikomur af því það þarf ekki í JavaScript. Svo erum við breytur. Við notum yfirleitt let og const. Yfirleitt notum við const og let þegar við viljum geta breytt þeim, en við getum séð þess að var, en það er eldri leið til þess að skilgreina breytur og við ætlum bara ekkert að nota hann í dag. Við getum mögulega gefið gildi og segð, og við verðum að gera það ef við erum að nota const, þá verðum við alltaf að gefa breytunni gildi með því að gefa henni einhverja segð. Var það ekki hérna? Svo að við megum ekki skilgreina afturbreytu, en ég get ekki sagt let foo og svo aftur let foo. Við verðum í raun að segja þá let foo og svo megum við breytinni með því að segja foo jafnt og eitthvað annað. En ef við hefum const þá megum við ekki breyta í raun gildinu sem er búið að setja í hérna, en við getum samt sem að ef við erum með const eitthvað sem er object eða array, þá getum við breytt samt objectinu eða arrayinu. En við getum ekki sagt const sem hérna, const result jæmt og 1, og svo getum við ekki sagt result jæmt og 2 eða result jæmt og strengurinn 2. Það má ekki, þá fáum við keyrsluvillur í JavaScript. Og það er þetta hérna bara. Breytur hafa ekki típu, gildin hafa típu í JavaScript. Svo þegar við erum að keyra JavaScript forritun okkar, þá eru þau að keyra inn í einhverju umhverfi, einhverju environment, og það environment hefur einhverja svona einhvern grunn hlut sem að allt er bundið við, og í Vavra er það window, það sem er til dæmis math namespaceið eða math objectið er á window, parse int fallið er á window, þó svo þessi líka í number. En í Node.js þá hefur við til dæmis aðgerðið til að segja skráarkerfið, og þá erum við ekki með window heldur, erum við með process. Þannig að sjáum þetta meira í Webfrontend 2. Svo erum við með flæðistýringar, if og switch, og svo erum við með lykkjur, for a while. Svo erum við föll, þau eru sérstök í JavaScript. Þau eru bara blokkir að kóða og þau eru bara gildi. Þannig að breytunum okkar geta innihaldið föll, föllun okkar geta skilað föllum og geta tekið við föllum sem eru sem argument. Og þannig getum við búið til svolítið flókin kóða og nýtt okkur svona fallaforritun eða functional programming að einhverju leyti. En yfirleitt, ekkert yfirleitt, föll geta haft nafn, en við getum líka verið svona anonymous functions, eins og til dæmis þegar við segja add event listener, klikk, komma, svo svona arrow function, þá er það ónefnt fall,
en við getum líka sett inn nefnt fall þar og við getum líka sett const handler jafnt og arrow function og sett það síðan, þá er það ónefnt fall sem bundið við handler breytuna, svo sett handler breytuna sem argumentið inn í add event listener, þannig að það eru svona föll eru, já, svolítið svona áhugaverið hluti við JavaScript, minn uppáhalds hlutir við JavaScript. Og svo erum við scope og við erum með scope, við erum með global scope sem er bara allt umhverfið sem þetta er í á window. Ef við gerum eitthvað í global scope þá fer það á window í vafranum, en ef við búum til function þá er það með lexical scope og þá erum við með alla breytunar inn í fallinu, eru bara aðgengilegar inn í fallinu, en ef við býtum fall inn í fallinu þá hefur innra fallið aðgangað scope ytra fallsins, en ytra fallið hefur ekki aðgangað innra fallinu. Og svo ef ég er með module þá fá ég module scope, þá er ég með það óháð global scope og við sáum þetta aðeins í muninum í verkefni 7 og 8, þar sem í verkefni 7 þá skrifum við allt bara inn í global scope, við tölum ekki sérstaklega það en núna er góðu tími þess að tala það, og í verkefni 8 þá byggum við til module scope og þá gátum við ekki lengur gert eitthvað add item bara beint úr DevTools út af að global scope hefur ekki aðgang að module scope, en module scope hefur aðgang að global scope. Þannig að scoping er svona innifalið í einhverju öðru og við getum unnið með það. Já, en svo getum við búið til svona skrýtna hluti svo closures sem við skoðum síðan í verkefni 8, þar sem við vorum að taka breytu í einhverju ákveðnu skópi og setja það inn í handler og þá var það skóp innifalið í closure-inu sem við byggum til. Þannig að það var þetta að vísa í, ég íta á delete-takkan og þá þegar ég íta á delete-takkan þá keyrði fall sem að vísaði í itemi sem við byggum til upprunalega, þannig að ég gæti fjarlægt í raun línuna sem ég var að íta á delete-takkan fyrir. Munið þurfum að fara yfir þetta. Að þetta er svona, þetta bara virkar, þið bara gerðu þetta, svo kannski munið þetta ekki, en svo farið aftur og farið í forritunarmál eða farið í svona aðeins meiri forritun seinna meir og þá munið aftur scoping er mikilvægur partur af tölvunarfræði. Já, þetta er bara, já, og svo eru let og const, eru block scoped, þannig við erum líka með það. Þannig ef ég set bara curly bracket og segi let inn í því, þá er það sú breyta eingöngus í skópi inn í því blokki. Þannig að við getum gert líka alls konar svona skrýtna hluti með scoping í JavaScript eins og við getum gert með föll. En arrow function búa til svona ónefnd föll. Svo erum við með parametra og parametra föllum hafa ekki típu. Gildi sem kemur inn í parametrin hefur típu, alveg sem er breytur. Ef við sendum primitives þá er þau pass by value, það tekið afrit af gildinu, en ef við sendum objects eru pass by reference. Þannig ef við með fall, þá tökum við fylki og segir sort á fylkið eða push á fylkið og svo erum við eitthvað annað utan fallsins sem er að nota þetta fall líka, þetta object líka, og þá erum við búin að breyta því. Þannig að við notum þetta til dæmis í verkefni 7, þar sem við vorum með í global scope eitt fylki sem hélt þetta öll verkefnin, svo vorum við föll sem var að akta á fylkið, en við vorum alltaf bara með eitt staka fylkinu. En aftur, þetta er svona frekar, þurfum ekki að vita nákvæmlega þetta og þetta var ekki, það var kannski ein svona flóknari spurning á prófinu, en þetta er samt ekkert eitthvað svona kjarnin í þessu öllu saman. Þetta er bara, JavaScript er svona frekar nett forritunarmál. Það er með alveg svona, getur gert alls konar skemmtilega hluti í því. Innriföll, sem nefndi aðeins áðan, og lokanir. Svo erum við arrays, og við getum búið þá til og unnið með þá. Og við getum bæði notað bracket, eða við notum bracket notation fyrir arrays. Svo erum við þessi property á objectum og sumum primitives. Þannig ef við með streng, þá getum við sagt strengur.length og þá fæ ég lengdin á strengnum. Og þetta á við allt nema null og undefined. Þannig að allt nema null og undefined getur sagt eitthvað, punktur eitthvað, og ef það er ekki skilgreint þá fæ ég bara undefined. En ef ég gerir það á null þá fæ ég villu, bara type error, þetta er ekki á þessu. Við getum nálgast þetta með
dot notation sem þá foo.length eða bracket notation. Ég get sagt strengurinn foo, bracket opnast, strengurinn length, bracket lokast og þá fæ ég það sama ég segi foo.length. Það er aftur svona í áskrift. Það dýft í þessu máli. Object, key value store, það sem hvert key getur verið eitthvað value, getur verið object. Við tengjumst HTML og JavaScript með yfirleitt bara að segja script, source scripts og jafnvel hérna module innan script og svo getum við líka gert on tengt þetta beint við element en tölum við einlega ekki það. Svo erum við document object modelið sem við notum til þess að búa til og eiga við og breyta og eyða hlutum úr domminu og þetta bara staðall og hann bara staðall sem virkar fyrir XML og hann virkar fyrir SVG og bara alls konar önnur markup-mál. Við getum ferðast dommið, við getum fundið element og þar notum við query selector og query selector notar CSS selektora. Þannig verið að samlegar áhrif af þessu af því að CSS selektorar eru mjög góðir til þess að finna element í tré og query selector all. Svo getum við notað create element, create text node til að búa til element eða textanóðu. Svo getum við bætt þessu við DOM með append child. Við getum sett og átt við attributes. Við getum sérstaklega átt við class attribute með class list. Síðan skrifum við forrit og það er ekkert skemmtilegt að nota, ef við bregðumst ekki við neinu, þannig að við getum tekið þátt í atburðum eða eventum og getum skilgreint það bara. Þegar einhver ítir á lyklaborðið, þegar einhver smellir með músina, þegar einhver hreyfir músina, þá gerist einhver forritskóði og þeir gerast asynchronous, ósamstilltir. Við skilgreinum hvað á að gerast, svo bíðum við, svo keyra þeir og þá keyrir eitthvað fall sem við skilgreindum. Og þeir eru first in, first out, við skilgreinum að við viljum taka þátt í þeim með add event listener og við getum sagt að við viljum ekki taka þátt í þeim með remove event listener. Svo getum við fengið hlut inn í event listener okkar sem að gefa til kynna upplýsingar hvað gerðist, á hvaða stafa lyklaborðs var slegið, hvar er músin þegar ég hreyfði hana, hvað er XU koordinatin á henni, á hvaða takka á músinni var íta. Svo getum við haft til dæmis svo submit eventin á formi og við viljum ekki að formið submitist af því að þá bara endurhleðst síðan okkar, þannig að þá getum við kallað í prevent default methoduna á event hlutnum til þess að stoppa þessa sjálfgefnu hegðun. Við getum líka gert það ef við erum með aref að við getum sagt ekki fara á hana link, gera eitthvað annað, þannig að við getum tekið yfir alla virkni á því sem við erum að gera. Svo getum við skipt forritun okkar upp í einingar, þannig að við getum notað ECMAScript modules til þess og þá erum við að búa til API í forritun okkar. Ég stoppaði nokkur sinnum við það og notaði þá JS-doc til þess að segja þetta er fall sem á að gera þetta, það tekur við þessum upplýsingum og skilar þessu frá sér og þetta er bara svona hæfileiki sem að þið eru bara að fara að æfa ykkur í og nota næstu árin á meðan þið eru að læra að forrita að þetta er mjög mikilvægur hæfileiki að skilgreina APIs og gera hann svona consistent, skiljanlegan og góðan og þið munum líka finna það þegar þið fara að nota APIs frá öðrum, hvað er góður API og hvað er slæmur API og þetta er ekki bara í forritum, þetta er líka í vefþjónustum. En já, ECMAScript modules með import og export. Svo núna í verkefni 9 þá erum við að gera asynchronous programming þar sem við vorum að kalla í vefþjónustu sem að tók ykkur tíma og hún gæti skila villu eftir að hafa tekið ykkur tíma og hvernig bregðustu við því. Við getum notað callbacks eða promises og þá erum við með þetta then og catch en við notum async og await og þá erum við með fall sem er async, það skilar ykkur og það sem það skilar er promise og eftir einhver tíma þá resolver promiseið og þá fáum við gildið og þá getum við gert eitthvað og þá getum við sett bara að veita það og þá bara býður forritið okkur eftir því og það leyfir okkur að skrifa svona frekar svona vel skilgreint bara svona línu fyrir línu svona procedural forrit en samt getur promisið okkar verið rejected og þá kemur upp einhver villa og þá þurfum við að vera með einhverja villumeðhöndlun og þá erum við með það var endur hérna og
og þá notum við try-catch. En villumeðhöndlun í JavaScript, ólíkt HTML og ólíkt CSS, svolítið svona all or nothing. Ef eitthvað brotnar í JavaScript, ef túlkurinn getur ekki túlkað JavaScript forritið, þá bara keyrir ekkert. Ef það kemur upp keysluvilla, það bara hættir alltaf að virka. Þannig að það svolítið svona, maður þarf að hafa þetta í huga og reyna að vera með svona villumeðhöndlunina á hreinu þegar við erum að setja upp forritin okkar. Þetta að taka aðeins lengur tíma en ég ætlaði, þannig ég ætla aðeins að ýta bensíngjöfuna. Við erum með þetta unobtrusive JavaScript sem bara þetta að við reynum að aðskilja hegðunum okkar frá markupunum okkar, þannig að þetta svona sama og með útlitið frá merkingafræðin okkar. Við erum búin að skoða HTTP með request og response sem ég talaði líka aðeins áðan. Við sendum request og svo fáum við tilbaka svar frá servernum. Það getur verið, ég gerði get response eða get requestu og ég fæ tilbaka 200 OK í responsinu eða 404 not found og svo eitthvað efni. Get og post það sem við höfum aðeins skoða, mest bara get. Svo skoðum við hinar aðferðirnar og meira HTTP í Webfortran 2. Svo getum við fengið þetta hérna og það er þetta sem við fengið. Við fengum 200 frá vefþjónustunni, bara 200 OK, sem bara segir þetta gekk. En svo getum við líka verið að fá 404 not found, ef við vorum til þess að biðja eitthvað listaverk sem var ekki til. Og svo erum fleiri villukóðar hérna. 401 unauthorized. Við þurfum að vera með einhverja leið til að auðkenna okkur á móti vefþjónustunni. 500 villu. Serverinn bara kom upp ykkur villa á servernum og hann gat ekki svarað okkur. Og svo vorum við að nota þessar JSON sem byggir á JavaScript objects til að skiptast á gögnum við þessa vefþjónustu og þá þurftum við að skoða hvað kom tilbaka, lesa documentation til að skilja semantíkina í því sem við vorum að vinna með til að geta þá birt rétta hluti á réttum stöð í forritun okkar, í verkefni 9 þar að segja. Þetta var svona skilgreint sem svona hugtak og við stundum nota þetta Ajax sem var asynchronous JavaScript og XML en í dag erum við bara að nota fetch og við tölum bara fetch. Við notum bara fetch til að sækja eitthvað gegnum eitthvað API. Og vefþjónustur, það er svona mjög fluffy hugtak en bara þetta tengir saman tvær tölur. Svo erum við eitthvað URL, tölum við það áðan. Stöður í forritunum, það er þetta að við erum að vinna með eitthvað asynchronous. Við þurfum að vera með hvað gerist að meðan það er að lóta, hvað gerist að það er vitlaust, kemur villa upp, hvað gerist ef við fáum ekkert tilbaka og hvað gerist ef við fáum gögn. Þannig við þurfum að hugsa þetta í þessum forritum sem við erum að búa til. ESLint, linter fyrir JavaScript, prettier, code formatter fyrir JavaScript. Villumeðhöndlun með try-catch og exceptions. Við getum gripið villur og gert eitthvað við þær. Fallaforritun, þetta er svona bara eitthvað sem við getum notað. Við getum notað map og reduce og filter og find og alls konar svona föll á fylgjum sem við getum notað til þess að vinna með þetta. Svo getum við farið að vinna með æðri föll og hrein föll, þetta er eitthvað sem við fórum ekkert í og erum ekkert að spá neitt mikið í. Og svo hluti og hjúpun sem við tölum svolítið mikið í seinasta tíma. Þetta er JavaScript.